Nei. Hún var þetta fyrir 15 ára síðan. Hún var í síðustu viku brúðkaupi hjá vinkonum sinni. Í alvöru? Já, hún heldur sambandi. Ég held þetta sé alveg frábær reynsla, sko. Hún heldur alveg fyrir sambandi. Já. Þetta bara sjálfselska í mér, sko. Vil ekki að barnið mitt flytja heima. Bara mjög erfitt. Tilhugsun. Jú, bara rétt. Þið ekki reddi? Jú, alltaf. Þetta eru grínistar þessar konur þarna fyrir aftan. Herri, jæja, við erum bara on. Komið sæl og verið hjertanlega velkomin hingað í Hannesarholt sem heimili heimsmarkmiðana á þennan sameiginlega viðburð Kvenréttindafélags Íslands og UN Women á Íslandi. Við erum hér saman komin til að ræða eitt brýnasta mannréttindamál fyrr og síðar. Það rétt kvenna til að ráða yfir eigin líkama og stöðu kvenréttinda í heiminum í dag. Ég heiti Elva Hrönn Hjartardóttir og ég starfa hjá UN Women á Íslandi og mun ég leiða umræður hér á þessum mikilvæga viðburði. Yfirráð yfir eigin líkama grundvallaratriði í femínískri baráttu og tengist beint heimsmarkmiði númer 5 jafnrétti kynjanna. Rétturinn til að yfirráða yfir eigin líkama meira en lagalega eða pólitísk umræða. Hann skiptir sköpum fyrir frelsi, lífsgæði og reisn kvenna. Þrátt fyrir það búa aðeins 34%, það 662 milljónir kvenna á barneigna aldri í heiminum í ríkjum, þar sem þungunarof leyft með einhverjum takmörkunum þó. Þetta eru 77 ríki alls. 6% kvenna búa í ríkjum, alls 21 ríki, þar sem þungunarof algerlega bannað og engar undanþágur leyfðar. Allt þar á milli eru konur sem búa við skert aðgengi að þungunarofi. Árið 1995 samþykktu aðildarríki Sameinuðu þjóðanna tímamóta sáttmála, Peking-sáttmálan, á kvennanefndarfundi Sameinuðu þjóðanna í Peking í Kína. Ríkin samþykktu einnig aðgerðaáætlun í 12 liðum sem var ætlað að bæta stöðu kvenna í heiminum. Sáttmálinn þótti marka ákveðin kaflaskil í réttindabaráttu kvenna því hann var einróma samþykktur af öllum þá 189 aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna. Nú 30 árum síðar erum við að horfa upp á verulegt bakslag og aðför að réttindum kvenna og transfólks víða heim. Ekki síst í kjölfar COVID-19 faraldursins. Og líka mörg þróuninni jafnvel við atriði úr þáttunum Handmaid's Tale. Samkvæmt nýrri samantekt UN Women frá árinu 2024 tilkynntu 1 af hverjum 4 ríkjum í heiminum afturför í jafnréttismálum. Þetta birtist meðal annars í þrengri þungunarofslöggjöf, aukningu í kynbundnu og stafrænu ofbeldi, aukinni áherslu á hefðbundin kynhlutverk og þrýstingi á konur að snúa aftur í umönnunarhlutverk, niðurskurði í fjárveitingum til jafnréttisverkefna og stofnana og svo mætti lengi telja. Eitt alvarlegasta dæmið að finna í Afganistan, þar sem konur og stúlkur hafa misst nær öll grundvallarmannréttindi sín á síðastliðnum 4 árum. Stríðsátök sem hafa sjaldan verið fleiri í heiminum og loftslagsbreytingar hafa gríðarleg áhrif á konur og réttindi þeirra. Þá hefur anti-gender-hreyfingum allan heim vaxið ásmegin, en þær berjast gegn réttindum kvenna til yfirráða yfir eigin líkama, réttindum hinsegin fólks, sérstaklega transfólks og fleira. Ef framfer sem horfir, munu líða rúm 300 ár þar til fullt jafnrétti næst að fullu. En þrátt fyrir áskoranir og afturför hafa líka ákveðnir sigrar unnist með þrotlausri baráttu kvenna og grasrótarhreyfinga víða heim og þeim ber vissulega að fagna og halda uppi. Árið 2019 tók Alþingi til dæmis mikilvægt skref í átt að auknum réttindum kvenna með samþykkt nýrra laga þungunarof. Þungunarof var þá viðurkennt sem réttur kvenna en ekki undanþága frá banni. Það var tímamótaskref en reynslan sýnir okkur að engin réttindi eru sjálfgefin og þau þarf stöðugt að verja og efla.
Við ætlum í kvöld að ræða stöðu þessara mála, bæði hér heima og á alþjóðavísu, hvað hefur áunnist, hvaða áskoranir blasa við og hvernig við getum sameinast í að verja og styrkja réttindi kvenna, þar á meðal sjálfsákvörðunarrétt yfir eigin líkama. Með okkur eru 3 öflugar konur sem koma að málinu úr ólíkum áttum. Það er þar Claudia A. Wilson, lögmaður mannréttindafrömuður og eigandi Claudia og Partners lögfræðiþjónustu, Svandís Svavarsdóttir, fyrrum heilbrigðisráðherra og Tatjana Latinovic, formaður Kvenréttindafélags Íslands. Verið velkomnar og takk fyrir að vera með okkur hér í dag. Og eins og áður sagði heiti ég Elva Hrönn og það er mér mikil ánægja að fá að leiða þessa umræðu með ykkur hér í kvöld. Og takk þeir sem eru hér í sal og hæ þeir sem að heima sitjið. Það má endilega taka niður punkta og hafa spurningar tilbúnar að lokum framsögum og umræðum hjá okkur hér upp í panel. Og við endum þennan viðburð á spurningum úr sal og úr streymi. En mér langar fyrst til að byrja á því að heyra frá ykkur. Claudia, hvernig blasa þessi mál við þér, þessi þróun í heiminum og þessi staða eins og hún í dag? Já, bara kærar þakkir fyrir gott boð og gaman að vera með ykkur. Takk fyrir, góðu gestir, fyrir að mæta. Það er náttúrulega ýmislegt sem að er svona efst í huga manns þessa daga, en ef við kannski byrjum á byrjunarreitinni, það er að segja, sem sagt, hér erum við náttúrulega að tala ekki einungis kjarni í femínískrar baráttu, heldur bara grundvallar mannréttindi og fyrst og fremst eitthvað sem virðist stundum gleymast, að þetta er náttúrulega forsendur frjálsrar, öruggrar og jafnrar þáttöku þá í samfélaginu. Við erum sem sagt með alls konar samningar, alþjóðlega samningar og þessar skuldbindingar sem að við horfum mest til, þannig að þetta er náttúrulega réttindi sem er bara lögfest, bæði sem sagt hér á landi og þá bara alþjóðlegum grunni og rétt að minnast á þá í þessu samhengi mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna og þarna erum við að tala réttu til lífs og frelsis og öryggis. Og síðan er náttúrulega samningur sem kveða á sem sagt að fulltíða konur og karlar hafa rétt til að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu án tillits til ýmsa þáttar, svo sem kynþáttar og þjóðernis og framvegis. Síðan erum við að tala kvennasáttmálinn, þar sem að við skuldbindum okkur til þess að virða sjálf ákvörðunarrétt kvenna og þar með í barneignum og heilbrigðisþjónustu. Mannréttindasáttmáli Evrópu sem Ísland er líka aðili að og hefur nú lögfest þá með innlendum löggjöfum. 8. grein mannréttindasáttmála þar friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og kannski í því samhengi að minnast á nýlegum dómi þá frá því í ágúst, þar sem að Ísland þetta voru tveir dómar. Ísland var gert brotleg í einu máli en ekki í hinu. Var hann sem sagt brotið gegn 8. grein, það er að segja að vernda ekki friðhelgi einkalífs konu sem hafi kvartað undan til dómstólsins vanhæfri fyrningu á rannsókn af hálfu lögreglu þegar vegna heimilisofbeldis. Þetta kannski svona undirstrikar það kannski í okkar tilliti hér á Íslandi að þetta er réttindi sem er náttúrulega eitthvað sem við þurfum að virða og vernda og það er náttúrulega virk réttindi í framkvæmd, ekki bara eitthvað sem er á pappír, þannig að hvernig þetta þróast líka í það akkurat að vernda konur sem lenda í slíkum aðstæðum. Og þá má nefna í þessu samhengi líka Istanbul-samningurinn sem að Ísland náttúrulega fullgilti í 2018. Hvernig þetta blasir við mig í dag, það er náttúrulega kannski sama og þú hefur nefnt þarna áðan bæði framför og afturför.
og við erum að sjá náttúrulega eins og lönd í bara að gefa upp dæmi, fara lengra með það að hérna í Pólandi að þá náttúrulega nær algjör bann við þungunarrof og það náttúrulega háværa gagnrýni sem hafi verið náttúrulega til staðar í tengslum við það. En það sem svo merkilegt að það var 2021 sem var ung kona, 23 ára, hún dó, hún var komin 22 vikur á leið og fékk blóðeitrun, sepsis og dó. En það var núna í júli kveðinn upp dómur þar sem þessi 3 læknar voru sakfelldir fyrir að hafa brotið gegn réttindum þessa kvenna. Þannig að þarna erum við að horfa á að þeir voru hræddir að brjóta lög út af því að þeir mega ekki grípa inni, en samt eru gert refsiverðir fyrir þess að hafi fengið refsingu þá fyrir að hafa ekki grípið inni. Þannig að þetta togstreita sem þarna að læknar, ég held að einn sem fékk mestu dóm þyngsti dómur var 18 mánuði og 6 ára að missa hans leyfi. Við sjáum þarna í Bandaríkjunum og þar Roe vs. Wade sem var fellt úr gildi núna með Dobbs 2022 mjög stórt afturför og við getum ekkert blekkja sjálfum okkur að þetta sé ekki að fara að smitast út og við erum búin að vera að sjá það að gerast. Þú talar réttilega Afganistan sem náttúrulega konur hafa mist öll borgararéttindin sín þar og Ungverjalands núna sem náttúrulega innan ES og EU eða Evrópusambandsins og þar eru komnar alls konar hindranir að réttindum kvenna til þess að fara í þungunarrof og þarna til dæmis læknar má ekki heimila þungunarrof án þess að fyrst gefa út vottorð að konu hafið fengið að hlusta á hjartslátt fósturs til þess að þungunarrofið getur átt sér stað, annars getur þeim, baka þeim einhvers konar skyldu, refsingu fyrir að hafa ekki fylgt lög. Þannig að þetta svona ein leið aftur til þess að gera þetta. Þú nefndi Handmaid's Tale og ég akkurat ég held vorum að ræða þetta í gær. Þessi skýrsla sem mér fannst mjög áhugavert þetta kallast Welcome to Gilead og þar verið sem sagt að fara yfir mismunandi lönd, hvar erum við komin með tilliti til sem sagt að svipta konum rétt til lífeyris á sínum eigin líkama. Og fyrir fólk sem náttúrulega þekkir ekki hvað Gilead þetta náttúrulega í tengslum við bókina Handmaid's Tale og það svona þessi ímyndunarríki eða gerviríki sem ríki innan ríkis, þar sem að ríkið ríkið sem sagt konur eru sviptur réttindi til að ráða yfir sinn eigin líkama og hann gerði þá að eign ríkisins. Og þetta náttúrulega notað víða núna sem tákn fyrir þau ríki sem að nota þá lýðfræðilegar áhyggjur fækkun fæðingatíðn til að þrengja að réttindum kvenna. Og þarna erum við búin að nefna þarna í tengslum við Pólandi. Ég man ekki hvað hann heitir, alþingismaður, segjum það, eða embættismaður hafi talað að þetta kvenlíkamenn sé náttúrulega liður í að þjónusta þá þjóðarfrelsi. Framfarir náttúrulega eru víða og við reynum að hanga í þeim og hafa trú á því að við getum einhvern veginn snúið þessa þróun tilbaka. Þarna ertu búin að nefna náttúrulega íslenska löggjöfina sem kom inn 2019. Við sjáum í Írlandi sem náttúrulega mjög íhaldssam kristni katólísk þjóð sem hafi sem sagt fellt úr gildi með þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnarskrárbann við þungunarrof. Mexíkó 2023 Hæstiréttur þar. Hann taldi að bann við þungunarrof væri stjórnarskrá brot eða þetta var stjórnarskrá varin réttindi kvenna að geta farið í þungunarrof og síðan erum við að sjá kannski svona í tengslum við stjórnmálum af því þetta náttúrulega liður í þessu að í Rúanda
Núna 2025 það er 63% af þinginu þar eru konur og það er hæsta hlutfall í heiminum í dag. Að sjálfsögðu náttúrulega þurfum við að horfa á þessi heimsmarkmið nummer 5 í ljósi þeirra áskorana sem við erum að sjá í dag. Það er náttúrulega loftslagskreppa, COVID-19, hvað það hefur haft áhrif og eykur þá þessi viðkvæmni kvenna og sérstaklega í fátækum ríkjum. Stríð og átök sem við erum að sjá líka víða sem að hafa þessa áhrif og þessa efnahagsörðuleikar sem við erum að sjá og í þessari skýrslu farið yfir hverjir að flokka, hvar eru konur flokkað, hlutverk þeirra og yfirráð yfir líkaðum þeirra ef það er sem sagt til að í tengslum við stjórnmálaleg markmið eða efnahagsleg markmið og trúarleg markmið og svo framvegis. Þannig að þetta er náttúrulega liður í því sem að við þurfum að horfa á þetta út frá þessu samhengi líka og ekki síst upplýsingaóreiðu sem er í gangi, sem er að herja svolítið á unga fólki okkar og er að hafa áhrif á hvað þeim finnst þessi réttindi eða baráttu snýst og það er eitthvað sem þarf að grípa inn í. Þannig að ég tek alveg heilsusamlega undir með þér að náttúrulega jafnrétti er ekki sjálfgefið. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við þurfum stöðugt að verja og það fylgir náttúrulega eitthvað svona ákveði línu og þá er það stopp. Við þurfum bara náttúrulega halda áfram að berjast fyrir þau og ekki bara náttúrulega þessi lagalega skylda sem við höfum og það er náttúrulega líka partur af okkar siðfræðilega skylda til þess að verja þessum réttindum. Ég hef ekki fleiri að segja í bylið. Takk. Það er mikið að metta. Alveg bara, já, og greinilegt að við gætum eiginlega alveg verið fram eftir öllu kvöldi því þetta er eins og við tölum mjög þarft mál að ræða. Takk fyrir þetta, Kládía. Þá langar mig aðeins að beina sjónum mínum að þér, Tatjana, að þú þekkir nú vel til í Austur-Evrópu og hefur fylgst með gangi mála þar. Geturðu sagt okkur eitthvað aðeins frá því, hvernig? Já, takk fyrir. Staðan er. Fyrir þau sem þekkja mig ekki, ég kem frá Króatíu, frá fyrrverandi Júgóslavíu, hef aldrei búið í Króatíu sem sjálfstæðu ríki en þekki mjög vel þar. Til að kveikja á þessari pælingu að missa réttindi sín kemur til okkar auður framkvæmdastýru kvenréttindafélags í gegnum fréttaflutning sem ég hef verið fylgjast með og ég var í frí og dásamlegri eyju í Króatíu núna fyrir mánuði síðan og hún tengist herferðinni sem heitir á ensku My Voice, My Choice og ég bara hveti ykkur að googla þetta í Evrópusambandinu. Það sem 300 samtök tóku þátt og kvenréttindafélag óbeint í gegnum European Women's Lobby sem við erum hluti af. Herferðin hefur safnað 1 milljón undirskriftum sem nauðsynlegt til að ýta við einhverju ferli í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins til að taka málið upp. Sem sagt ef þú vill að einhverju málið sé tekið upp, þú safnar undirskriftum og þá þurfa þau að taka það upp og beiðnin snýst að tryggja fjármagn til ríkja innan Evrópusambandsins að bjóða upp á þungunarrof konum sem í sínum löndum innan ES hafa ekki greiðan aðgang að öruggu kostnaðarlausu og löglegu þungunarrofi og það er alveg má gagnrýna þessa nálgun og það hafa komið gagnrýnisraddir en samt. Það var Slovnesk stofnun, þess að Slovenía er einn af ríkjum sem tilheyrir Júgóslavíu fyrrverandi heimalandi mínum. Það var stofnun eða samtök 8. mars sem hóf þessa herferð í apríl 24 og þeir tókst að safna 1,2 milljón undirskrifta. Þannig að bæði framkvæmdastjórn og Evrópuþing þurfa að skoða málið og bara við þurfum að fylgjast með þessu. En sem sagt, 20 milljón kvenna í Evrópusambandinu hafa ekki aðgang að þungunarrofi. Þetta er risastór tala. Til dæmis konur á Möldu geta lent í fangelsi ekki bara út þungunarrofi, ég held ég bara að missa fóstur leikur við. Konur í Póllandi bókstaflega deyja út af erfiðleikum meðgöngu og svo frammi. Og hvað sem greip athyglinni minna, það er fræg söngkona í Króatíu sem heitir Severina. Hún er svona, ég veit ekki við hverju að bera hana með konum svakaskvís að hún fyllir
leikvangi og íþróttahallir og syngur svona romantísk lög og bara ég hlusta ekki þessa tónlist en ég veit hver hún hún fór til Brussel og afhendi undirskriftirnar og þar vitnaði hún kannski, hún rétt yfir 40 kannski og hún vitnaði þar í spjall með ömmu sína og þær voru bara brjálaðar hvað að skipta þessu, hvað að gera og hún útskýrði fyrir þeim hvernig staðan og þær voru svo reiðar að hún á ekki sömu réttindi og þær áttu fyrir 50 og 70 árum síðan að við konur hafa mistar og Severin segir þetta ekki að gera mikið fyrir hennar söngferil og starfsferil að því hún höfðar til svona breiðari fólks og syngur einhver svona sönglög reyndar segist hún eiga eitt lag frelsi þannig þarf að hlusta á þetta hún hefur verið mjög gagnrýnd meira að segja forsætisráðherra Króatíu sem sagði hvað hún að skipta sig að þessu sönguna hún á bara að láta pólitíkina eiga sig en hún segir hún ákvað að taka þátt þessu að því að hún vill ekki að næstu kynslóð kvenna og eftir henni missi enn meiri réttindi og mér finnst þetta svo eitthvað bara flott hjá henni og bara sæti mikið til gagnrýni og svo aðeins ég segi stöðu í Króatíu sem hluti í Júgóslavíu sem við ólst upp. Kvensjúkdómalækningar þar hafa mjög langa sögu sem fara alveg til árs 1870 eitthvað. Það hafa verið spítalagerðir, fæðingarspítal stofnaðir meðferði gegn ofrjósemi kvenna byrja 1953. Fyrsta barn með glasafrjóðum fæðist 83 sem var Júgóslavíu 7. land í heimi þar sem þetta gerist. Frelsi til að ákveða svo sína ein barneignir og skipulega sitt líf var skilgreint sem grundvalla mannréttindi strax eftir seinni heimsstyrjöldina. Þungunarrof var sett í lögin 1952, það var sett í stjórnarskrá Júgóslavíu 1974. Þannig að, og þetta lögin sem gildir enda í öllum fyrrverandi ríkum Júgóslavíu, þannig að við erum með lög allstaðar, þess að hefur ekki verið afnumið. En það sem gerist eftir að öll þessi lönd fá sjálfstæði frá Júgóslavíu, nú þetta bara, ekki bara sjálf mann ekki, trúfélög kirkja verði fyrirferð meiri í almenningsrými áður fyrir Júgóslavíu var svona sekular land þannig að þeir máttu ekki skipta svo mikið af þessu en eftir það fer fólk að nota trúarbrögð meira og meira skilgreina sem hluta ákveðnum þjóðerniskóp. Þannig ef þú ert Króati þá ertu katólskur, ef þú ert Serbi þá ertu réttrúnaður og svo framvegis. Katólska kirkja verður þannig mjög sterk í Króatíu. Og þó að við séum núna ennþá með lögin, það sem gerist árið 2003 að það eru sett einhver lög sem heitir einhver svona samviskukall eða conscientious objection, sem sett læknar og heilbrigðisstarfsfólk hefur rétt á að hafna framkvæma aðgerðir sem stríða gegn trú þeirra. Samfæðinu þetta byrjaði með því að hafna framkvæma þungunarrof yfir það að neita veita frjósemismeðferð og meira til. Og í gegnum ári hefur það þróast þannig að það hefur myndast gífurlega stigma á fólki sem sækist eftir þungunarrofi og þeim sem framkvæma og aðgengi að því mjög takmarkað. Það eru mjög fáir spítalar sem bjóða upp á það, til dæmis í héraði sem ég kem frá í Austur-Slóveníu, í Króatíu, Slóveníu eru 6 spítalar, það bara 1 spítali sem hægt að fá þungunarrof. Á 30 spítalum í Króatíu, það bara á 6 spítalum, einum stórum, 5 litlum þar sem ekki einasti heilbrigðisstarfsmann sem hefur skrifið undir þessu undanþágu. Spítala verðlagið þungunarrof mjög frjálst, það frá 300 til 500 evrum sem helmingun af launum fólks. Og svo framvegis. Þungunarrof í Króatíu leyft til 10. viku sem stýsti fresturinn í Evrópu. Þannig að þó að það sé sagt lögin segja að það leyfilegt, það bara í praktík mjög erfitt að fá þetta. Og á sama tíma vex þessari anti-gender hreyfingur ásminn í Króatíu og víða sem lýsa sig í því að hægri flokkar verða skipulagðari og sterkari. Trúarlega hreyfingar, það heitir á ensku religious mobilization, ég rækstuði það orð mobilization, það verða öflugri og hafa áhrif á almenningsálit og þetta gerist mikið í Austur-Evrópu.
í undirbúningi mínu fyrir þetta var ég að tala við vinkonum mínar, samstarfskonu í Króatíu sem eru svona NGO eins og við. Þar bendu mér á doktorsritgerð sem kom út í fyrra anti-gender hreyfingar í 11 löndum, Evrópusambandsins sem er postkommunist. Og kona sem skrifaði þetta hitti Maja Gerguric og ég bara verið sjokkvinn í þessa greiningu hennar, þessa ritgerð hennar. Og hún segir að ástæða fyrir uppvexti þessa hreyfinga í fyrsta lagi sparnaðaraðgerðir eftir hrun 2008 og setna, austerity measures, tilvist og svona öflun þessa ultrahægri flokka. Löggjöfin áhugavert að það byrja af 95 sem það var nefna Peking-sáttmála, þá kemur það og svo þegar Istanbul-samningur verið löggildur, þá koma það líka mjög sterkir. Þannig að og þetta samband kirkju og ríkis. Þannig að það sem þeir gera, þeir fara gegn lögum og reyna að breyta lögin, en líka, og ég ætla bara að gefa dæmi frá Króatíu til að stýta máli mitt, reyna að breyta almenningsáliti. Og þessi Maja í sinni rannsókn, þessi doktorsritgerð, hún að rannsaka hreyfingu frá anti-gender hreyfingu 2004-2019, hvað það gera. Og hún hefur þess að þessum 11 löndum hefur hún skráð 86 anti-gender mótmæli, 305 undirskriftalistar, 7 þjóðaratkvæðagreiðslu. Og í Króatíu eru þetta 35 mótmæli, 59 undirskriftasafnanir og 1 þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hjónaband sé milli karls og konu. Og það ekki margir að kjósa mæta, en það samt nóg mikið að valda usla. Þannig hvað kosið? Og mér langar svo bara að ræða þetta eftir. Það kosið LGBT-réttindi, samkynhneigðra, frjósemisréttindi, kynfræðslu, kynjafræði, surprise, og lýðræði og trúfrelsi. Og mér finnst þetta, ég hef áður tekið eftir þessu, en mér finnst þetta svo mikið munstur sem við þurfum að taka eftir og rýna og af hverju það gerast. Í Króatíu til dæmis, svo þetta ekki sér króatist, ég að nefna Króatíu sem dæmi að ég þekki til, þetta gerast allt staðar, þannig að þetta ekki eitthvað gagnrýni á það land sérstaklega, en þau flytja inn alls konar hluti. Í 2016 flutu þau inn frá Bandaríkjunum March for Life, fyrir lífið, og bara 2016 skipulögðu göngur í 13 borgum. Og þetta ameríska bara fyrirtæki, veit ekki hvað þetta er. Þetta haldið fyrst að þessi March for Life var haldið 1974 í Bandaríkjunum, í Washington, strax eftir að Roe vs. Wade var sett. Þannig það byrja, og svo bara verið að biðja fyrir utan spítala, sem það var gert líka hér. Ég var í samtökum kvenna og við vorum aldeilis að berjast gegn þessu. Og þannig að það sterkur stuðningur almennt meðal fólks í Króatíu með þungunarréttindum og frjósemisréttindum. Það samt verið að grafa undan þessu endalaus og bara einn dæmi sem ég lendi þessu í hittifyrra, það eru menn, það eru hópar sem kalla sig á ensku kneelers, sem þau eru á hnjám. Þeir safnast fyrir hverja einasta fyrsta laugardag í mánuði fyrir utan kirkjur í mörgum borgum Króatíu, og biðja fyrir því að konur verða prúðar að leiða þá ekki í freistni. I kid you not. Það og ég fór í að sjá þetta og þeir bara sitja og þylja eitthvað og þeir eru það ultrahægri að meira þess að katólska kirkja vill ekki fá þau inn. Þannig þeir eru fyrir utan kirkjunnar og ég hlustaði á það. Já, það eru þessar konur sem eru að mótmæla þessu, þeir kalla þetta þögulmessa, standa í kring með rósir og segja ekki neitt á meðan þeir eru að vilja þetta. Þannig að við hjónin fórum þetta í heimaborgin minni hittifyrra
maðurinn minn íslenskur, hann skilur ekki hvað þú eru að segja, þannig hann stóð alveg rólegur í 45 mínútur og ég var að ærast. Mér fannst króatíska sem var tölvu skrítin sem kom í ljós seinna, það mikið af þeim eru pólverjar líka, þess að þetta skipulagt, þeir fara milli landa og það kemur frá Pólandi. Fjármagnu kemur frá Bandaríkjunum og þeir hafa verið, það heitir Ordo Juris, heitir einhver svona samfélag sem fjármagnar þetta. Og mér fannst dásamlegt að standa með þessum konum og ég dáist þær mikið svona, mikið mótmæli og konur reyna að standa við réttindi sín og mótmæla þessu. En þegar ég tala svo með vini mína og þá þetta bara, þetta bara einhver rugluðallar, en þetta ekki rugluðallar. Þess vegna ég hef miklar áhyggjur af þessu og held að við þurfum bara að skoða þetta í stærra samhengi og líka hvernig þetta flæðir, að þetta ekkert af þessu kemur upprunalega frá Króatíu, það kemur annars staðar frá. Nákvæmlega, ég hlægum með þessu, en þetta eins og þú segir bara mjög alvarleg þróun sem eiga sér stað og ekki bara í Króatíu heldur allt í kringum okkur. Þetta bara dæmi. Þetta bara dæmi. Takk fyrir þetta, Tatjana. Og þá ætlum við aðeins að fara hingað heim, Svandís, eins og ég nefndi áðan, þá urðu hér mikil tímamót árið 2019 sem að þú átti mikinn þátt í og eiginlega svona kannski meiri hlutan af þættinum í. En það var þetta tímamóta frumvarp sem var samþykkt sjálfsákvörðunarrétt kvenna, lög þungunarrof. Geturðu sagt okkur aðeins frá bara ferlinu, hvernig þetta kom til og hvernig þetta átti sér stað og svo framvegis? Já, ég get gert það og bara takk fyrir fundinu og það er frábært að vera hérna og ég svo glöð að vera með feministafélag MR hérna á fremsta bekk því að við þurfum nefnilega á því að halda. Þetta nefnilega barátta sem að hættir ekkert. Og eins og hér hefur komið fram að þá þetta grundvallaratriði sem yfir að kvenna yfir eigin líkama, það ekki bara baráttumál eða samningsatriði eða eitthvað, þetta svona kjarnamál í mannréttindum í raun og veru. Og þetta eru réttindi sem að vinnast í áföngum og ef við horfum bara yfir söguna þá vinnast þessi réttindi í áföngum, þau haldast ef að það samstaða og þau eru alltaf brothætt. Og það sem við erum að sjá núna er skipulagt bakslag. Við erum að sjá skipulaga aðför að þessum réttindum. Eins og Tatjana fór hérna yfir með í raun og veru fjármögnun úr einu landi og aðgerðir í öðru sem að ferðast svo inn í það þriðja. Og í raun og veru beint gegn ekki bara þeim konum sem þar búa, heldur líka þeim konum sem eru í þeim löndum þar sem réttindin eru sterkari. Við sjáum að konur eru að missa þessi réttindi og þar sem þau eru jafnvel lögvarin að þar eru þau veikt með framkvæmdinni eins og hér hefur komið fram. Það afturhvarf í Bandaríkjunum, mjög þung pólitísk undiralda gegn réttindum kvenna þar. Það kerfisbundin kúgun sem við höfum aldrei séð áður af þvílíkri stærðargráðu í Afganistan. Þar sem að það glæpur eiginlega bara vera kona. Og þetta ekki bara fréttir úr fjarlægð, þetta eitthvað sem að varðar okkur vegna þess að við vitum það að þau réttindi sem hafa áunnist, þau geta alltaf verið dregin tilbaka. Þannig það. Og þá komum við að þessu með þetta mikilvæga skref sem var stigið hér á landi árið 2019 og þá færðum við endanlega þessa ákvörðun þungunarrof frá leyfisveitingum og einhvers konar nefndum. Það voru sérfræðingar sem þurftu að samþykkja aðgerðina til konuna sjálfar. Þannig að konan sjálf réði algjörlega samkvæmt lögunum yfir eigin líkama. Og í atkvæðagreiðslunni þegar við kláruðum þetta þá sagði ég, með þessu, þetta náttúrulega agalegt þegar maður vitni sjálfan sig, ég heyri það núna. Með þessu nýju lögum fá konur á Íslandi loks fullan sjálfsákvörðunarrétt hvort þær vilji ganga með og eiga barn. Þetta löng vegferð en í dag erum við að eignast eina framsæknustu löggjöf að því varðar sjálfsákvörðunarrétt kvenna í heiminum. Það var það sem gerðist. Þetta var gleðidagur en þetta var líka skuldbinding. Allra sem að þarna voru það að standa vörð þennan rétt inn í framtíðina.
og þess vegna skiptir svona viðburður eins og hér svo miklu máli að við minnum okkur aðeins á það. Forsagan auðvitað löng og við vorum með þungunarrofs eða það sem hét þá fóstureyðingarlöggjöf sem var frá 8. áratugnum og fyrir aftan það var náttúrulega rétturinn ennþá minni fyrir konur og hafði verið baráttumál kvenna langt árabil, bæði rauðsúkurhreyfingarinnar, kvennalistans, róttækra kvenna í öllum flokkum að berjast fyrir því að þessi lagabókstafur yrði færður upp til nútímans. Að við sætum ekki uppi með þann veruleika að það þyrfti einhverja sérfræðinga til þess að taka ákvörðun líkama konunnar. En forsaga þessa frumvarps nær aftur til ársins 2016 þegar það var skipuð nefnd til þess að gera heildarendurskoðun á gildandi lögum. Það var í raun og veru fyrsta skipti sem það var gert. Það var sagt, heyrðu, við þurfum að endurskoða þessi lög, við þurfum að fara yfir þetta. Og niðurstaða þeirrar nefndar var mjög skýr að það þyrfti að tryggja sjálfsforræði kvenna og uppfæra orðræðuna. Svolítið áhugavert, af því að það eitt af því sem við erum líka alltaf að glíma við, hvernig tölum við þessa hluti. Og þá var komin tími til að hætta að tala fóstureyðingar og fara að tala þungunarrof. Og það gerist í þessari skýrslu 2016 sem að lýsir þá ákvörðun konunnar og læknisfræðilegri framkvæmd á hlutlausan hátt, sjáu þið. Þá í raun og veru breytum við orðræðunni til þess að tryggja það að við förum úr þessu svona sakbendingar umhverfi sem að svo sterkt í þessu öllu saman. Áður en þessi breyting varð þá voru lögin sem að kváðu á að kona fengi ekki að taka ákvörðun sjálf og fyrir þessa lagabreytingu þurfti að fá skriflegt samþykki eins og ég segi annarkvort tveggja lækna eða læknis- og félagsráðgjafa til að rjúfa þungun af félagslegum aðstæðum eins og það hét. Lögin gerðu þá líka greinamun á ástæðum eins og því hvort að þungunin væri vegna nauðgunar, væri þungunin vegna félagslegra aðstæðna eða væri ástæða til að hafa áhyggjur af læknisfræðilegum orsökum. Þetta þýddi að vilji konunnar var í raun og veru ekki fullgiltur nema aðrir staðfestan og það þýddi í raun og veru að líkami konunnar var vettvangur einhvers konar vangaveltna. Það var einhver fundur hjá sérfræðingum einhvers staðar þennan líkama og talandi að á þá bara ríki þennan líkama eða hvernig það. Þannig að þetta var í raun og veru, ef maður bara flysjar utan að þessu, þá var þetta forræðishyggja eins og hún gengur lengst sem takmarkar sjálfsákvörðunarrétt konunnar og gerir þar með hennar ákvörðun erfiðari vegna þess að hennar staða dregin í efa. Í desember 2018 þá lagði ég þá sem heilbrigðisráðherra fram frumvarp til sérstakra laga á Alþingi og meginefni þess var einfalt í orðum en mjög djúpt í merkingu, þar að segja að konan ráði sjálf yfir eigin líkama. Og frumvarpið tryggði þá rétt konunnar til þungunarrofs að eigin beiðni til loka 22. viku, lagði áherslu á örugga og gjaldfrjálsa þjónustu, jafnt aðgengi land allt og rétt ólögráða stúlkna til að leita þjónustu. Það setti skýran ramma óhlutdræga fræðslu og stuðning fyrir og eftir aðgerð og flutti vald úr höndum nefnda og mats annara til hennar sjálfrar, konunnar sjálfrar, hennar líkama. Í nefndavinnunni þá komum fram fjölmargar umsagnir frá fagfólki, bara segja ykkur það svona í stuttumáli þá það þannig að ráðherrann mælir bara fyrir málinu, heldur eina ræðu og svo fer málið inn til þingnefndar. Og þar koma gestir á vettvang nefndarinnar. Félagasamtök, alls konar sérfræðingar, fæðingalæknar, kvensjúkdómalæknar, ljósmæður, sérfræðingar, félagsráðgjafar og öll áttu þá sameiginlegt að styðja þessa leið. Meðal annars vegna þess að alvarlegir fósturgallar greinast ofta ekki fyrir eða eftir 20 vikur og að vegna raunverulegra samfélagsaðstæðna kvenna sem að hafa seint aðgengi að þjónustu. Þá þótti þetta vera besta leiðin til þess að draga línuna. Frumvarpið var samþykkt vorið 2019 og lögin tóku gildi 1. september sama ár og það sem upp úr stóð í þessu var í raun og veru líka kvennasamstaðan á þinginu
sem að var pínlítið óvenjulegt og óvenjulegt fyrir íslenska pólitík og kannski pólitík veröld víða, þar sem að einkennist af því að stjórnarflokkarnir keyra sitt í gegn á grundvelli meirihluta og minnihlutinn kemur fram með mál sem að eru lítið rædd eða ekkert. Það svona aðferðin sem við erum oftast með. En þarna náðum við saman konum úr ólíkum flokkum þennan kjarna. Konur úr ólíkum flokkum fundu fyrir því að þarna var einstakt tækifæri og stundum hugsaði ég þegar ég lítið baka. Þetta fyrir COVID, þetta fyrir þetta bakslag. Og við náðum í raun og veru því fram að búa til ótrúlega sterka kvennasamstöðu í þinginu, bæði kvenna í meirihluta og minnihluta og auðvitað kalla sem standa með sjálfsforræðisrétti kvenna yfir eigin líkama. Þrátt fyrir ágreining alls konar mál, að þá varð þetta svolítið heilög stund að við fundum það að þarna gátum við gert alvöru breytingar. Við byggðum brýr, þvert á pólitísk skil og við sýndum að jafnréttismál ekki einkamál einhvers eins flokks eða einhverjar einnar ríkisstjórnar heldur snúast mannréttindi sem að eiga að vera óháð kosningum og eiga að vera óháð því hver í meirihluta eða minnihluta á hverjum tíma. Þessi samstaða skiptir máli fyrir þessa niðurstöðu og hún skiptir máli fyrir samfélagið í heild og hún sýndi að þegar konur á þingi standa saman þá hægt að ná djúpstæðum kerfisbreytingum og við getum nefnt fleiri dæmi slíkt. Og til gamans þá vil ég aðeins nefna það að það var ekkert sjálfgefið að þetta næðist í gegn og rannsókn Gunnars Sigvaldasonar og Silju Báru Ómarsdóttur sem nú er rektor Háskóla Íslands sýnir hvernig andstæðingarnir í þinginu þó á þessum tíma beittu hefðbundnum íhaldsrökum eða svona þessum hægri rökum. Orðræðan snerist að breytingin væri hættuleg. Það snerist líka að hún væri óþörf, að þetta væri bara bull og eða að þetta væri byrði fyrir konur. Það væri óþörfi að leggja þetta á konuna og við ætlum að verja hana af því að við erum svo góð við konur að þannig við ætlum ekki að leggja þetta á konuna með löggjöfinni. Og þetta allt saman stef sem við sjáum alls staðar annars staðar og hvort sem núna í þessu bakslagi í Austur-Evrópu, bakslaginu í Bandaríkjunum eða annars staðar. Það skiptir líka miklu máli og það rétt að nefna það að Halldóra Mogensen sem að þá var þingmaður Pírata, hún var framsögumaður málsins í velferðarnefnd og við unnum saman, kona í ríkisstjórn og kona í stjórnarandstöðu, að styrkja þessa þverpólitísku kvennasamstöðu það að færa ákvörðuna endanlega til konuna sjálfrar. Og af hverju skipti þessi lagabreyting svona miklu máli? Í fyrsta lagi vegna þessa kjarnaatriði sem sjálfsforræðið. Gamla kerfið byggði á því að vilji konunar væri ekki fullgildur nema að sérfræðingar staðfestu. Nýju lögin snúa þessu við. Það ekki konan sem að þarf að sanna sig fyrir kerfinu, heldur kerfið sem ber að tryggja henni örugga og faglega þjónustu sem byggir á virðingu. Í öðru lagi vegna mannréttindasjónarmiða sem hér hafa ítrekað verið nefnd, lögin gera ekki lengur mismun af tilteknum ástæðum og forgangsraða ekki af hverju viltu þungunarrof, þau bera virðingu fyrir reisn konuna sjálfrar og taka af skarið það að ákvörðunin bara hennar. Og þannig drögum við úr og strikum í raun og veru yfir þessa hlið forræðishyggjunnar og í takt við samtíman auðvitað. Og í þriðja lagi vegna aðgengis og réttlætis, vegna þess að réttur ekki réttur ef hann bara til á pappír. Eins og hér talað ég meina við getum verið með réttindi í lögum það að það megi fara í þungunarrof fram að 10. viku en það bara enginn sem vill framkvæma það. Þannig að þess vegna skiptir máli að þjónustan sé gjaldfrjáls, hún aðgengileg, hún til í öllum heilbrigðisumdæmum landsins og hún veitt af fagfólki með gagnreynda þekkingu og óhlutdrægni að leiðarljósi. Og það hluti af því að gera lögin að lifandi veruleika. Af því að við höfum margoft samþykkt lög sem að komast síðan illa eða ekki til framkvæmda. Við vitum það. Þannig að þarna skiptir máli meira heldur en í nokkru öðru lagaumhverfi að það veri algjörlega á hreinu að framkvæmdin til fyrirmyndar. Við lærðum af þessari vegferð að breið samstaða næst þegar við stöndum á
á þeim grunni að við byggjum á staðreyndum, við byggjum á sérfræðiþekkingu, gögnum, reynslu fagfólks, að við byggjum á sögulegri og kvennapólitískri vitund. Við vitum að baráttan leiddi okkur hingað og við virðum raddir kvenna sem að deila sögum sínum, sem segja frá sinni reynslu. Við hlustum á þær og við búum yfir siðferðilega skýrum sjónarmiðum. Við segjum, við nefnum þennan kjarna réttu nafni og við segjum yfirráð kvenna yfir eigin líkama eru órjúfanleg mannréttindi. Það skiptir öllu máli. Og þetta skiptir máli hér og nú vegna þess að engin réttindi eru sjálfvirk, lög standa og falla með menningu, þjónustu og pólitískum vilja, við vitum það er hægt að fella lög og gildi og það er hægt að breyta þeim. Og þegar við sjáum bakslag annars staðar í heiminum þá eigum við ekki að hugsa að þetta gerist ekki hér. Heldur hvernig stöndum við vörð þau réttindi sem við höfum hér. Við gerum það með vönduðu fræðslustarfi, við gerum það með virku aðgengi að heilbrigðisþjónustu, stuðningi við opinbert heilbrigðiskerfi, skýrleika í orðræðu, nefna hlutina sínum réttu nöfnum og órofinni samstöðu með konum sem að standa í erfiðum aðstæðum, án þess að setja spurningamerki við það. Og svo langar mig kannski bara alveg að lokum að því að við erum nú svo stöndum nú hér og erum á heimili heimsmarkmiðana, það nú dugar nú ekkert minna hér á þessum góða fundi, að það er ekki bara text á blaði, heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna er ekki bara texti. Þegar við tölum heimsmarkmið númer 5 sem að snýst jafnrétti, þá tölum við líka frelsi til að ákveða sína eigin framtíð. Við tölum öryggi í þjónustu og við tölum reisn og þetta markmið snýst að tryggja jöfn tækifæri og réttindi allra til kynheilbrigðis eins og samþykkt var við erum að tala Peking hér og við erum að tala fleiri staðfestingar í alls konar skýrslum og sáttmálum þar sem að það er áréttað að kynheilbrigði líka er mannréttindi og þetta er ekki álitamál, þetta eru líka skuldbindingar. Þetta eru líka skuldbindingar sem að við höfum undirgengist og það er svona gott að það skuli vera vakning innan Evrópusambandsins af öllum stöðum, skiljiði, þar sem að þarf að minna á kjarna mannréttindi. Lögin frá 2019 voru áfangi á langri leið og hvert skref krefst þess að við höldum áfram að tala skýrt og hlusta af einlægni og verja þennan rétt þegar á reynir og þannig varðveitum við réttindin sem eru aldrei sjálfsögð og alltaf afrakstur samstöðu og líka afrakstur hugrekkis og það höfum við hér. Takk. Ég veit ekki með ykkur en allavega er hausinn á mér alveg milljón eftir þessar framsögur hér og þetta er mikið, eins og við heyrum hérna, mikið mál og það snýr að mörgum sviðum samfélagsins og eiginlega bara öllum sviðum samfélagsins og þarna heyrum við blandast saman pólitík, grasrótina, lögfræðina, þetta er svona og greinilegt að þetta þarf allt saman að tala saman til þess að við getum staðið vörð réttindi kvenna. En mér langar aðeins að því að þið hafið mikið talað réttindi og lög og þú komst mikið inn á það Svandís, einmitt þetta með að það er hægt að taka réttindina af okkur aftur. Þó að þau séu fest í lög þá er ekki þar með sagt að þau verði útfærð eins og það var eins og leiðarljósið var frá upphafi. Og það er heldur ekki þar með sagt að þessum lögum verði ekki breytt aftur. En mér langar þá að spyrja þig Kládía og kannski líka bara Svandís með þína reynslu svona úr pólitíkinni, er einhver leið að festa mannréttindi í lög þannig að þau verði ekki aftur tekin? Verður þetta alltaf háð þeim sem að sitja í stjórn hverju sinni? Erum við alltaf með réttindin okkar og líf okkar í lúkum einhverja annara? Já. Bara svona einföld spurning. Já. Einfalda svarið náttúrulega það er ekki já við því, það er ekkert tryggt í þessu, eins og Svandís kom inn á, það getur alltaf breytt lögum, en einhvers síður getum við sem sagt byggt einhvers konar varnarmúr til að tryggja þá að ákveðin réttindi
verður ekki skert þegar hérna ný pólitísk afl tekur við völd eða hvernig getum við gert það. Ég hugsaði þetta sem sagt í tengslum við þá stjórnarskráin okkar. Það er ekki einfalt að breyta því. Þannig að sem sagt þegar við erum með eins og hérna í okkar stjórnarskrá þá við erum fyrst og fremst með 71. grein sem varðar friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Jafnvel, og eins og þetta túlkað af dómstólum sem þá annað varnarmúr í þessu. Það að segja að við erum að efla og styrkja þær stofnanir og dómskerfi sem á að takast á við þetta, hvort að ný pólitísk afl eða stjórnmálamenn getur bara breytt okkar réttindum eins og þeim sýnist. Þannig að í fyrsta lagi náttúrulega þetta sé tryggt í grunnvallar löggjöfum okkar sem ekki einfalt að breyta og sama tíma, vissulega eins og hér á Íslandi þá erum við náttúrulega aðilega alls konar alþjóðlega samningum sem varðar þá kvenréttindi og yfirráð kvenna yfir eigin líkama. Þetta náttúrulega partur kannski þessi samspil og ég nefndi þetta með dóminn frá mannréttindadómstólsins nýlega frá því í ágúst sem fór inn á það kannski að undirstrika það að þetta ekki réttindi sem bara á pappíra. Við þurfum að virða þeim þannig að svo lengi sem að við höfum þessa stofnanir og halda áfram að styrkja þeim að þá erum við náttúrulega getum við halda í vonina að þetta sem sagt þetta heldur bara áfram að okkar réttindi heldur áfram að vera til. Ef að við förum þá leið eins og við sjáum í Bandaríkjunum það sem að Hæstiréttur þar það pólitíska skipun, takk fyrir, pólitísk skipun, að þá getum við lent í vesen, getur túlkun þá dómstóla breyst, þannig að eins og Roe vs. Wade sem var 50 ára, maður hélt að þetta væri þá bara sem sagt ákveðið að þetta bara réttindi til frambúðar, síðan kemur ný dómstól sem segir að þetta ekki rétt, þetta bara þeirra túlkun annað. Þannig að með því að sem sagt að vera vakandi yfir þessu og halda áfram að styrkja þessi réttindi þarf líka ekki bara sem sagt að styrkja þá þessar stofnanir, heldur líka við þurfum að tryggja að þetta sé hluti af okkar menningu, að sem sagt þetta bara innbyggð í okkur að kvenréttindi eða réttindi kvenna yfirráð yfir sína eigin líkama bara partur af okkar menningu og það var gaman að heyra frá þessi samstöðu sem að þú talar inn á þingi við þetta þarf líka út í samfélagið og við megum ekki horfa á þetta samhengislaus af því ég sé og ég gerir ráð fyrir að aðrir sjá þetta upplýsingaóreiðu að hafa áhrif á menningu okkar og viðhorf okkar til alls konar mála og það líka hefur áhrif á þróun mála jafnvel innan dómskerfisins og túlkun laga. Þannig að allt þetta bara lög, við getum verið með það en ýmislegt í kringum það þarf náttúrulega að vera í lagi og við þurfum að passa vel upp á það til þess að þetta gangi. Já. Akkurat. Og þá einmitt samfélagið. Þá kannski komum við svolítið að grasrótinni og eins og þú talaðir konurnar sem að birtast þarna og mynda fallegan gjörning utan menn sem eru að vinna gegn þeirra réttindum og við þekkjum það hér á Íslandi hvað kvennabaráttan var öflug og öflug og hefur skilað okkur alveg gríðarlegum framförum í gegnum tíðina. Hvað getum við lært af þessari þróun sem að gerast þarna í Austur-Evrópu og hvernig getum við undirbúið okkur hér, hvernig getum við nýtt grasrótina til þess að standa vörðum þessi réttindi? Já, ég hugsa að við þurfum bara standa vörð réttindi og minnast á, það þetta sem við gerum eins og kvennaári, að minnast hvaðan við komum og í gegnum hvað við höfum farið til að koma hingað og ég held að það bara að kenna betur sögu, kvennasögu í skólum og staðar og við erum að reyna að gera það að því að ekkert af þessum
framförum sem hafa gerst og löggjöfinni sem við höfum nú og sem skipar okkur í efst á einhverjum lista löndin þar sem mesta jafnrétti í heimi hefur ekki orðið til nema hefur þetta ekki verið fyrir konum og aktivistum og Hannes Hafsteinn og fleiri sem hafa barist fyrir þessu. Þannig ég held að við megum ekki gleyma því og ég held að fólk þarf að skilja að lögin eru mannanna verk og þetta breytast ekki og völd eru íhaldsöm. Þannig til að ná einhverjum framförum þarf eitthvað radikalt að gerast. Þannig ég held að fyrsta lagi það að sofna ekki, vera sofandi, fljóta sofandi að feifir og sé að tala þetta ekki komið. Að þetta verður bara aldrei komið, svo ég vitni í þessa vinkunum minna Söngunu og Severinu sem sé bara, það er ekki náð því sem hefur nást, öll þessi réttindi ára sem hafa alltaf verið, það hefur, ég held að Kristín Áskei hafi sagt, það hefur alltaf verið bakslag, það er ekkert nýtt, en núna er þetta skipulagðara og fer þvert yfir landamæri miklu auðveldara heldur en áður. Það hefur auðvitað áður verið áhrifin allstaðar að, en nú er þetta bara mjög auðveld og mitt þessi upplýsinga á riða. Þannig að við þurfum bara svona að mennta okkur, fræða okkur, vera næmari á hvað er rétt, hvað er rangt og átta okkur á þessu munstri sem mér finnst bara mjög áhugavert. Það er fyrst ráðist að réttindum svona minnstu minnihlutahópa, þessi hinsegin samfélagi, transfólks og svo bara kemur með tungunarof, nú má ekki taka paracetamol lengur og svona þannig að allt þetta er ekki bara kvenréttindi heldur mannréttindi og lýðræði samfélag og hvað geta grasróta hreyfingar gert, bara geta verið bara skipulega sig og vinna þessu. Við höfum ekki yfirráði yfir eins miklu fjármagni og hinn grasrótin, munum við aldrei hafa. Þannig við þurfum að treysta á lög og það sem ánist hefur og minna stanslast á það. Ég er svo sem, ég er betri. Og svo er þetta ekki bara ábyrgð grasrótarinnar. Þetta er ábyrgð stjórnmálamanna og okkar allra. Sko, mér langar aðeins að koma inn á þetta sem þú varst að beina til Kládíu, þetta með er þetta virkilega þannig að við séum bara háð lögunum og það er nú kosturinn og gallinn við lýðræðið að við kjósum bara og svo bara gerist eitthvað og þá getum við setið uppi með stjórnvöld sem eru kannski bara ekki að vinna í samræmi við það sem við héldum að væri best fyrir samfélagið og það geta verið myndaðir meirihlutar í þinginu þar sem að einhver flokkur fær sínu framgengt þó hann hafi ekki meirihluta, skiljiði, í einhverju stjórnarsamstarfi og það er alveg ótrúlega stutt bil á milli þess að fá réttindi og missa þau. Það er í raun og veru bara einar kosningar, en ég tek svo hjartanlega undir það sem að hér er samt sagt, varðandi menninguna og það að hvernig við tölum saman og hvaða sjálfsmynd við höfum sem samfélag. Hvað er það sem við erum ekki tilbúin að gefa eftir? Og ég held að það skipti þar svo miklu máli sem ég nefndi aðeins áðan með að við þurfum að nefna hlutina sínum réttu nöfnum. Og við megum ekki tala þungunarof eins og þessi feimnismál. Eins og við séum einhvern veginn, já, við stöndum með þetta er ekkit skemmtilegt, þið vitið, en við stöndum með því samt. Vegna þess að þetta er nauðsynlegt og þetta er kjarnamál í mannréttindum. Og þetta snýst svo stóran þátt í réttindum kvenna. Mér finnst líka mjög áhugavert þetta með það að bakslagið er þarna alltaf en það sem við erum að sjá núna á tímum samfélagsmiðla og ég veit að krakkarnir þekkja þetta að maður er alltaf komin með bara krakka í Bandaríkjunum í vasann
þið vitið, og maður fær ekki einu sinni frið til þess að tala við skólafélaga sína og pæla í hlutunum hvernig sjáum við þetta hér og hvernig eru lögin hér, heldur erum við allt í einu komin á einhvern fund í einhverjum framhaldsskóla í miðríkjum Bandaríkjanna, af því að hann er bara í símanum og þar er fólk komið með einhverjar mjög háværar röksemdir það að manneskjan verði til strax við getnað. Þið vitið, og það er ekki sagt bara einu sinni, það er sagt 1000 sinnum og ef við stoppum við það þá er það eina sem við sjáum, skiljiði, og þetta hefur áhrif á hugan og þetta hefur áhrif á það hvernig við sjáum hlutina og þess vegna skiptir svo miklu máli og meira núna heldur nokkur sinni fyrr að við svona pössum hvert upp á annað sem stöndum þó þarna megin í lífinu. Hvort sem er stjórnmálafólk eða frjáls félagasamtök eða ungt fólk sem að snúa bökum saman í femínískri baráttu sem bara alveg óendanlega mikilvægt að sé verið að gera vegna þess að við yngjumst ekki megin en það skiptir ofboðslega miklu máli og svona framtaka eins og hér verið að sýna og ég held að næsti fundur eigi að vera haldinn bara í Kösu. Já, það ekki? Já, Hæ? Já, þetta er ameríska. Það er það sem að maturinn er, sko, já, þetta minnist á það sem að gerast í Bandaríkjunum og við sjáum þetta í gegnum síman og þetta óneitanlega að hafa áhrif víða og það sem að gerast í kringum okkur skila sér hingað heim. Heimurinn hefur bara minnkað mjög mikið undanfarið með okkar snjalltækjum og ég ætlaði eiginlega að spyrja ykkur svona hvað getum við svona tekið til okkar eitthvað jákvætt úr alþjóðasamfélaginu en ég ætla eiginlega að snúa þessari spurningu við og að því að við erum komin þetta langt í jafnrétti þó að eins og Tatjana kom mjög rættilega inn á að við erum ekki hætt og þetta er ekki búið en við erum komin mjög langt. Hvernig getum við þá snúið vörn einhvern veginn í sókn og byrjað að miðla okkar því sem að við höfum gert vel hér, hvernig getum við haft áhrif á samfélagið í kringum okkur, alþjóðasamfélagið til þess einmitt að snúa þessari þróun við og hafa einhver áhrif á móti þessari umræðu sem að koma hingað í gegnum snjalltækin til unga fólksins okkar. Þetta svona beint til ykkar allra, bara Tatjana kannski. Já, ég talaði rosalega mikið síðan ég hitti fyrir við fjölmiðla í Serbíu, Króatíu, Bosníu og þar af hverju Ísland svona fyrir landið í jafnréttismálum og svo fær ég spurningu hvað getur konur hér lært af ykkur og ég segi bara konur þurfa ekki að læra neitt þið þurfa bara að hlusta á þær en það er bara samfélagin sem þurfa að læra það er fullt af frábærum aktivistum og frábæru sögu þar og baráttu þannig að mér er alltaf svona svolítið illt við að við séum eitthvað að predika hvernig þetta á að vera í öðrum löndum. Hins vegar getum við svo sannarlega gert mikið bara í pólitík að beita okkar áhrifum í Sameinuðu þjóðunum og í UN og fleiri en líka ég myndi vilja hafa femíníska utanríkisstefnu og styrt með einhver svona praktískum og beinum hætti verkefni eða eitthvað sem að gerast úti og beita okkur í gegnum öll þessi samstarfsvettvang sem við erum með gegn þessu og talað hærra heldur en við tölum. Ég held að við tölum ekki nóg mikið það. Ég held að við sem bara svolítið enda að eiga og hér er allt fullkomið og þurfum ekki eins mikið að gera þetta og ég held að það sé bara stórhættulegt. Og það sé bara okkar skylda líka að við að áhrifin af þessari baráttu hingað koma til Bríetar Bjarnheiðsdóttur sem stofnaði Kvenréttindafélag að utan. Hún fær hvatningu utan að berjast fyrir kosningarétti kvenna hér. Þannig að ég held að það sé bara skylda okkar að gera þetta. Já, Svandís, ertu með eitthvað?
Nei, bara þetta sem ég að segja, að skipuleggja okkur. Við þurfum bara að vera skipulagðri, heldur við erum. En ekki bara svona eitthvað hittast random og tala það að við séum á góðum stað. Ég meina það bara gömul saga á ný að þegar maður komin á það stað að maður í vörð þá þarf bara betra skipulag. Og það gildir bæði innanlands og utan. Ég tek hjartanlega undir það sem að Patrína er að segja hérna með að það ekkert gott að fara að mæta með einhver erindi til útlanda að segja fólki hvernig að gera en hérna að því að fræin út allt en við getum svo sannarlega opna leiðir og ég held að við hefum að gera það. En ungt fólk algjörlega lykillinn. Já, ég held að kannski svona koma aðeins inn á það samóð þeir að segja. Það náttúrulega hérna, ég held smá líkill að þessu eða kannski ekki líkill, bara leið inn í að miðla, að sjálfsögðu náttúrulega styrkja þá þessum alþjóðlegum samstörfum sem að við erum í og alls konar vettfang. Og það mikilvægt sko, að fólk átta sig á því að þetta náttúrulega tengd réttindi, það tengja jafnréttismál, kvenréttindamál þá við önnur mál eins og loftslagsmál og efnahagsmál af því þau eru fólki sem eru þetta eða sem bara að berjast gegn þessu, þau eru að gera það að vissu marki. Það sem sagt þau eru að tengja það við trúarbrögð. Þau eru að tengja það við einhvers konar samfélagsleg þættir eins og minnkandi fæðingatíðni og eitthvað slíkt, efnahags og liðfræðileg óvissa og í þessu skýrslu sem ég búin að tala að þá til dæmis í Rússlandi þá að tala móður Rússland þarf fleiri mömmur. Og í Tyrklandi þá að tala sagt 3 börn eða fleiri fyrir efnahag landsins og við sjáum þarna í Ungverjalandi að þau að tala sagt það einhvers konar yfirtaka af ólöglegum innflytjandi í Evrópu og til að sigra á þetta þá þurfi fleiri börn að fæðast og eitthvað slíkt. Þannig að þau eru alveg mjög skipulega að tengja þetta við öllu. Við eigum líka að gera það saman og það sem sagt að tengja þetta eins og ég segi við loftslagsmál, efnahagsmál og þetta bara grundvallaratriði hér undir, það náttúrulega lýðræði og mannréttindum bara almennt, það ógn fyrir það. Ég svolítið hissa á því að í dag það sem sagt feimnismál eða deilumál að tala að mótmæla aðgerðir Ísrael gegn Palestínu, saklausu Palestínu fólki. Að tala til dæmis í dag innflytjendamál, viðhorfin hafa breyst svo mikið í samfélaginu hér á landi. Það erfitt að tala innflytjendamál án þess að fólk stjórnmálamenn hafa rétt fyrir sér. Það margt ljótt að gerast í myrkri af því ég vinn á þessu sviði, en það gerist af því að fólk komin á þann stað þau þora ekki að tala þetta mál út á við af því viðhorf samfélagsins hefur breyst svo mikið að þetta fólk vesen, okkar stjórnmálamenn að reyna að koma þeim úr landi svo við getum lifa góðu lífi hérna. Þarna við sem sagt að falla í þessari gildur og ef við gerum þarna á þessu sviði, það ekki langt þangað til að við erum komin hérna á sama stað og mörg ríki að glíma við í dag. Þannig að styrkja alþjóðleg samstarf, fræðsla náttúrulega vitundavakning mjög nauðsynlegt fyrir okkar ungu fólki og ég svo þakklátt fyrir að þið sé hér í dag að hlusta á okkur, bara að bladra áfram og af því að þið sem sagt, ég hlusta á kollega minn var að tala þetta í gær, að hún segir ef að við erum í stríði við einhverju, að þá erum við að taka okkar hermenn og fara í stríð með byssu og skjóta og allt þetta. En nú erum við í stríði með upplýsingaóreiðu, en við höfum engin vopn við það. Unga fólki bara áreitað á samfélagsmiðlum af algoritma, þeir sjáu bara bull og farin að trúa því, endurtekning, Donald Trump mjög góður í þessu.
þau fólk getur kallað alls konar bjáni eins og þeim sýnist, en ég skora ykkur að horfa á hann hvernig að nota endurtekning til þess að þetta fari í hausnum af fólki. Við hlægjum og segjum bara að hann tala Tylenol 50 sinnum í einni ræðu. Það er ekki ástæðulausu. Endurtekning, það hjálpar við að festa það í og líka hafa áhrif á viðhorf. Þannig að við þurfum að vera mjög skipulag í okkar í hvernig við erum í okkar samstörfum bara á alþjóðlega vettvangi. Við ætlum að snúa þessari þróun við og vera viss það ógn sem til staðar. Það er ekki bara yfirráð kvenna, að taka rétt kvenna yfirráð yfir sína eigin líkama. Það snertir bara öllu. Ég ætla að fara að opna fyrir umræður spurningar sal. Viljið eitthvað bregðast við því sem hefur komið hér fram áður en ég geri það? Er ekki bara að opna fyrir? Er það ekki bara? Ég opna hér, já, það er strax komin upp með hönd og ég ætla að beða þig, Kristín mín, að tala hérna í mikrofónin svo fólkið í streymi geti heyrt í þér. Það er ekkert annað. Kona í streymi. Já. Já, takk fyrir þessar umræður. Þetta er mjög mikilvæg umræða og ég held sko að það allra mikilvægasta er að við reynum að skilja og greina hvað er að gerast. Hvað er að gerast, hvaðan kemur þetta, hvaða hugmyndir eru á ferðinni. Og mér datt nú í hug, ég veit ekki hvort að þið hafið hlustað á, það var í útvarpinu í sumar þættir sem að heita Konungssinnar í Kísildal. Það sem var verið að fara ofan í hugmyndir þessara manna sem sko eru á bakvið Trump og marga af hans ráðherrum. Og þetta er bara að breiðast út. Og það var bara verið að sýna í gærkvöldi frá fundinu sem að Trump og Rubio héldu yfir hershöfðingjónum. Sko messuðu yfir þeim hvað væri leyfilegt og hvað væri ekki leyfilegt, hvað mætti segja og hvað mætti ekki segja. Og það má hamingjan vita hvernig sko, þeir köllu á alla hershöfðingja Bandaríkjanna, alls þar í heiminum og messuðu yfir þeim. Og eitt af því var að það ætti að gera sömu kröfur til kalla og kvenna í hernum. Það er mjög erfitt, bara líkamlega. Og ég veit ekki hvað þetta þýðir sko. Þannig að það er mjög mikilvægt að fylgjast með þessu. Og ég langar bara að segja það sko að það er svo margt sem að ég er nú sagfræðingur og verið sögukennari. Það er svo margt sem minnir svo óhuggulega á 4. áratuginn þegar nasistar voru að taka völdin. Þeir ná völdum í Þýskalandi 1933 og það tók þá sirka 3 ár að ná algjörlega öllum völdum. Ég held í munið rétt var 1936 sem þeir settu kynþáttalögin sem náttúrulega gáðu þeim bara réttin til að bara byrja að handtaka fólk í stórum stíl og allt þetta. Þannig að það er óskaplega mikilvægt að skilja þetta og ég ætla bara enda punktin á því að ég ætla að segja áður en ég segi lokapunktinn að það sem við eigum að gera, við eigum náttúrulega að nota tæknin á móti. Við ekki að láta sko bara dempa yfir okkur, við eigum að nýta tæknina á móti sko til þess að sko ég vona svo innilega að þessi hugmyndafræði og þessar aðgerðir, það rekist á hagsmuni efnahagslífsins. Því að það er svo sannarlega, sko eru hagsmunir, það vantar fólk til starfa, ekki síst þegar fæðingum fækkar og mér skilst nú að Trump sé jafnvel farin að átta sig á því, þeir eru farin atvinnurekendur að skamman fyrir að taka frá þeim starfsfólkið. En svo var verið að segja mér það að sko þessi umræða, hún er komin til Noregs og þar er umræðinu það sé nú bara alveg lífsnauðsynlegt að börnin séu sko hjá móðurinni, helst bara, ég veit ekki hvað mörg ár sko, það er ekki náttúrulega bara að fara heim og hugsa börnin. Þannig að þið veitir, þetta er bara á fljúgandi ferð en sko svarið er samstaða og aftur samstaða og einmitt að við gerum ekki eins og gerðist í Þýskalandi, menn heldur bara áfram að rífast og trúðu því ekki að þessir öfgamenn næðu völdum.
við verðum bara að vera með opin augun. Takk. Takk, Kristín. Já, við erum með spurningu hérna á fremsta bekk. Já, hæ, takk fyrir þessa umræði. Ég og margir nemendur í MR erum í félagsfræði og þá stundum verið að tala svona hvort það sé brýnna að efla eftirlit eða komast að rót vandans og mér finnst svolítið í þessari umræðu það svo mikið verið einhvern veginn við erum svo mikið að verja okkur og eins og þið voru að tala áðan, snúa vörn í sókn. Það svo mikilvægt út af því að ég sé til dæmis alls þar á samfélagsmiðlum, það alltaf verið að bjóða rosalega öfgakenndum hægri mönnum, bara til dæmis í Oxford og eitthvað svona, að ræða sína skoðanir og það alltaf verið að gefa svona fólki plattform til þess að koma alls konar svona fáfræði á framfæri og mér finnst eiginlega bara að það ætti frekar að í staðan fyrir að vera endalaust að verja okkur skilur að við gætum kannski bara gert það sama eiginlega og koma skilaboðunum einhvern veginn lengra á samfélagsmiðlum líka og maður sér svo mikið frá hinni hliðinni sem er svolítið skaðlegt og líka það bara það þarf að koma stað hvað haldið þið að sé rót vandans og hvernig á að tækla rót vandans því að þetta er eiginlega í samfélaginu og uppeldinu og svona að mínum mati en já, hvað er svona hvernig er þetta að tækla þetta skilur við bara snemma já Takk fyrir þetta Er einhver hér sem vil byrja á að svara? Já, ég get byrjað það. Var þessari spurningu beint eitthvað sérstakt eða svona bara pæling? Bara, já. Já, mér finnst bara svona breytast við báðum að ég var að lesa daginn grein í Guardian áhrifavalda á 4. áratugnum í nazi í Þýskalandi og þá var bara vist eitthvað tímaritt sem var konuna og hlutverk hennar og þá var að hlutverk hennar var heima að fæða börn fyrir og þá var bara svona uppskriftir og trífráð og svona þau voru áhrifavaldar þannig að dagsins í dag þetta er ekki nýtt þessi trendvæs hefðbundin Hanna hvað hét þetta í skaupinu frábær þannig að ekkert er nýtt og það er alltaf verið að ráðast þess að veikasta hlekk þess að það var konuna. Ég ætla bara líka að nefna, og Kláðía byrjaði, ég ætla bara að fara í það líka, að við þurfum að skoða allar aðgerðir ekki bara einhliða, ekki bara fyrir ákveðin hóp, við þurfum að hafa þessa þver nálgun á þetta, við þurfum að taka loftslagsmál, við þurfum að taka innflytjendur. Ég ætla bara að segja eitt dæmi bara sem er mjög nálægt okkur. Grænland og Færeyjar og baráttu kvenna þar yfir einlíkama í Færeyjum, þetta eru hvítar konur, það er mega bara ekki bara í þungunarrof, það vantar fólk. Í Grænlandi er auðvelt að fá þungunarrof og pluss alllíki og all hörmungar sem hafa unnið yfir þessum konum. Þetta tilheyrir sama landi, en hvað er munurinn þar? Það er bara húskinn, það er húðlítur, það er ekkert annað. Þannig ég held að við megum ekki hunsa það, við megum ekki hunsa þetta mikla ákall Íslendinga og hvað verður okkur og við þurfum að fjölga okkur og svona ég held að þessi bara stórhættuleg, ég hef miklar áhyggjur á þessu, ég hef miklar áhyggjur á notkun fána að því að ég sé þetta hvernig hann er notaður í löndum sem ég kem frá að útiloka, ekki sameina. Þannig að rót vandans held þessi bara svona svolítið þekktur, þetta er bara þessi bara feðraveldis píramídi, það er bara karlinn uppi og hann verður og hann er ekkert að gefa vald, það er enginn að fara að gefa vald. Þú þarft að taka það en ég verð að segja, ég er bara mjög hissa, mjög vonsvikinn
yfir því hvernig hlutin eru að tróast. En svo langar mig aðeins að bæta tæknina aðeins jákvæði nú því ég var fyrir nokkrum árum var ég á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna kvennaráðstefnu þar sem hún var til einhver tækni, konu í tækni og ég vinn í nýsköpunargeira og ég hugsa ég mun bara læra eitthvað nýtt og þá var bara snerist, bara 2 vikur snerist það hvað tækni að gera konum. Og það var eitt sem sagði, Guterres sem sagði að tækni heimur og búinn til af körlum fyrir karla. Og allir þessi algoritmar og allt þetta bara búið til að viðhalda völdum karla. Og ég fór einhver fyrirlestur hjá ungum manni sem var í Silicondal, þar einhver svona think tank, einhver hugveita sem eru að reyna að breyta þessu. Þannig að það fullt að gerast, einhvers þannig að fólk að reyna að gera eitthvað við örugglega vanfjármagnað en við heyrum ekkert af þessu. Þannig mér langar svona svolítið að, veit ekki, að varpa þessu ljósi á þetta sem að gerast. Því ég held að þessi fullt að gerast. En við bara heyrum ekki af þessu, við heyrum bara einmitt rand svona á hverju degi, bara hvaða nýja randið að koma. Ekki bara frá Trump heldur líka hér sko. En það kannski líka, maður aðeins hoppin í þetta, það sem að gerast líka með algoritmunum og að við eigum öll bara okkar veruleika. Það bara hver manneskja í sínum veruleika. Og þannig að það að verða til svona einhvers konar samfélagsgliðnun þar sem við getum ekki einhver treyst á einhvers konar samstöðu af því að við sögðum áðan að samstaða væri lykillinn og Kristín nefndi það að það væri og það var það sem gerðist 2019 og við náðum samstöðu í þinginu að þegar að við höfum svona ólíkan sannleika og við erum með þess að koma með sko deepfake þannig að við vitum ekki hvort að andlitið rétt eða hvort að röddin fráviðkomandi að þá fer maður að velta fyrir sig sko hvar viðmiðið sko, hver sannleikurinn og hvar hann svo maður gerist nú eitthvað volagt uppur hérna en minnir okkur á mikilvægi menntunar og mikilvægi ábyrgra fjölmiðla sem ekki bara á floti og eru einhvers staðar að búa til einhverjar fake myndir með fake röddum. Ég hlustaði líka á þetta podcast sem að Kristín er að nefna með konungssinnar í Kísildal og ég mæli mjög með að hlusta á það vegna þess að það farið þar bara mjög ítarlega í þessa hugmyndafræði sem þarna bakvið og þetta mjög kallæg hugmyndafræði og þetta nánast bara kallar sem eru þarna bakvið og það sem og birtingamyndir sem við erum að sjá sem líka á líka rætur í kynþáttafordómum og útlendingahatri það að við þurfum að fjölga okkur við sem erum almennilegt fólk sko, og hvít. Já, við þurfum að fjölga okkur og þess vegna þurfum við að koma konum heim svoleiðis að þær fara að gera það sem að þær eiga að gera sem að bara eignast nógu mikið af börnum. Og þetta í raun og veru sko birtingamynd á, sko það ekki hægt að kalla þetta annað, þetta stríð gegn konum. Og þeir sem að fara fyrir þessu stríði Trump, og Putin, og Orbán, Netanyahu og allir þessi kallar. Og þú veist, ég tek svo innilega undir það að það fullt af góðum hlutum að gerast út allt. En í þessu háaða umhverfi samfélagsmiðlana, þá nær það bara svo lítið gegn. Og við getum búið okkur til einhvern heim þar sem við erum bara að tala við einhverju þrjá, þið vitið, en þetta, ef við ætlum að ná slagkrafti og ef við ætlum að ná samstöðu, þá þurfum við, og ég bara endurtaka sem ég sagði áðan, þá þurfum við að skipuleggja okkur. Þurfum bara að gera það og já, algjörlega nota bara samfélagsmiðlana og nota, ætlaðu þú að fara að gera eitthvað TikTok-dans? En svo, bara myndi allt í einu, við þurfum ekkert að fara til Ameríku til að sjá bakslæð orðræðu, við getum bara að fara í Kópavog. Það stenn að þegar við erum að ræða leikskólamál, þá þetta bara óðalega gott fyrir konur að vera heim og sinna börnum og hafa gæða stundir með þeim. Og þetta endalausa
samviskubið sem eða heimra, ekki bara mæður, heldur feður líka unga, foreldrar og svona, maður þarf að vera vakandi fyrir þessu og þá kannski fólk sem segir þetta, segir út af einhver öðrum hagsmunum og sem ekkert að hugsa, en þetta eru hughrif. Þetta það er betra að vera heima, heldur þá eru bara gæðastundir, þau bara passum okkur á gæðastundunum. Klátía, þú með eitthvað svona viðbrögð við þessu sem að koma úr sal? Já, það er nokkuð atriði sem náttúrulega, það samspil nokkuð atriði þarna. Þarna erum við með tjáningafrelsi á einni hendi og síðan rétt náttúrulega jafnræði, eða þú veist jafnrétti. Og þessi tvö núna aðilar, eða svona óprýttir aðilar náttúrulega, eða kannski ekki rétt að segja það því þau eru með sína skoðanir og við erum með okkar og við þurfum að geta að vera sammála og þetta náttúrulega partur af lýðræðinu. Þarna eru þessa atriði, það komin svo mikið togstreita núna að það orðið kannski fyrir suma kannski sjá það sem einhvers konar vopn við að koma af stað einhverja menningarstríð. Og hvernig eigum við að bregðast við þetta? Þetta rót vandans þarna sem eiginlega ekki að vera rót vandans af því þetta lýðræði, þú fá að segja þína skoðanir og ég fá líka að hafa mínar. En á sama tíma hvað verndað af tjáningarfrelsi, það munur á milli ríkja. Í Evrópu tjáningarfrelsi aðeins, það verndað ekki náttúrulega hatursorðræðu og eitthvað slíkt, í Bandaríkjunum gerir það. Þannig að þetta kannski partur af því að fólk að gleyma að það náttúrulega mismunandi menninga heima en engu síðu þetta notað sem tæki til þess að koma af stað einhverja menningarstríð milli hópa og jafnvel bara landa og hafa áhrif á álit fólks og slíkt. Þannig að Oxford að bjóða fólk frá Bandaríkjunum sem með skoðanir sem kannski innan Evrópu myndi tákna sem hatursorðræðu sem að þau fá að miðla þeim áfram, hvar þá ábyrgð skólans sem náttúrulega kannski undir löggjöfinu sem gilda á þessu svæði á Evrópu, hvað má leyfa og hvað má ekki leyfa, skilurðu. Og það þetta sem að hvernig bregðumst við þá við þetta, þá einhver annar sem að fara að koma með sín sjónarmið og framfæri, að tryggja að það sé jafn tækifæri fyrir fólk. Þú kemur með þína skoðanir og ég sem með öðruvísi skoðun kom líka mínum á framfæri, þannig að tryggja að þetta fari fram og þessar aðilar eins og skólar og ýmis samtökum og slíkt fá ekki að gleyma að þau gilda líka ákveðin lög hvað þeir mega og mega ekki. Nú það náttúrulega kannski aðeins erfiðara þegar þetta að fara fram á samfélagsmiðlum. Og ég fór að hugsa allt í einu, það rétt, samfélagsmiðl búin til fyrir kalla af köflum. Einhver samfélagsmiðl sem búin til af konur og rekin af konum? Bumble. þá það dating website, ekki? En sem sagt TikTok eins og þið sjáuð var núna keypt af einhverju sem Trump ákveðir má kaupa TikTok. Allt þetta ekki að gerast þetta ekki að gerast ástæðulausu. Fólk svo sem stjórna upplýsingaflæði, stjórna í rauninni hvernig fólk hugsar. Og við erum að sjá þetta út á mat, en við þurfum að vera svona vakandi fyrir því, sem sagt að breyta vörnisókn eða öfugt. Það sem sagt þetta, að við fáum líka að komast að vera ekki bara sem sagt að hlusta á þetta og segja bara þetta rugl, ég ekki sammála þessu. Koma líka með þína sjónarmið og framfæri og vera hávær það. Sem sagt, þið þekkir kannski vantarlega kvótið good girls seldom make history eða eitthvað slíkt Þannig að ég segja bara gott ung fólk seldom makes history, þannig að verið brjálaðir og koma ykkar sjónarmið og framfæri og ekki vera feimin við það. Þannig að því þau eru það ekki. Sem sagt, fólki sem andum okkar réttindum og þau réttindum sem hafa áunnis, þau ekki feimin við því sem þau að gera. Þannig að við eigum ekki bara að slaka á og vona og innilega hlutinni lagast. Bara koma líka og mótmæla þessu. Þú veist, Oxford að gera þetta. Hei, þú ert í Evrópu
mundu hvað löggjöf gilda þig og hérna það sem þú ert að miðla til okkar, eitthvað svona, bara þrýsta á líka. Já. Einhverja brenninni með eitthvað á netinu? Einn? Nei, jú. Jú, það verður eitthvað að vera einn. Við erum svona að renna út á tíma, ég ætla, ef þetta svona örsn, já, tökum hérna fyrirspurn úr streyminu. Já, hún hljóðar svo. Það snýst ekki bara að konur ráði yfir eigin líkama, heldur líka rétt kvenna til að það sé hlustað á þær til jafns við karla. Við sjáum þannig bakslag á Alþingi Íslands og í nýlegum spjallþáttum íslenskum. Hvernig styrkjum við ungar konur í slíkum erfiðum samtölum? Getið þið svara þessu mjög snöggt og skilmerkilega? Kládía, við byrjum að þínum enda. Já, það aftur þetta, sem sagt, hvers konar menningu erum við með hér? Það að sem sagt konur til jafns við karla eða ekki? Og það þetta sem náttúrulega skýr skilaboð út í samfélagi, ef það bakslag þeim megin, þá ástæði til að koma af stað fræðslu og vitundavakning í samfélaginu. Kynjafræði í skóla. Kynjafræði í skóla? Já, til dæmis. Já. Og bara, ekki bara konur, bara karlmenn og unga karla og kvár og samtökin 78 eru frábæri námskeiðum gagnræðu sem svona bara, já, það reyndur mjög góður punktur, þannig við þurfum að þjálfast að geta talað hluti. Þannig ég myndi bara, já. Með því að standa með konum, standa með stelpum. Standa með, já, ekki lítið undan. Öllum konum, Já, eldri konum. já, algjörlega. Við getum kennt hennum í Já, algjörlega. Öllum konum. Einhverja brenna inni með eitthvað en við ljúkum þessu? Guðrún? Já. Kópavogi. Svona baráttumálin voru í gamla daga þegar ég tók þátt í að stofna Rauðsokkahreyfinguna. Það var náttúrulega að konur réðu yfir eigin líkama og svo framvegis. En líka að konur væru fjárhagslega sjálfstæðar. Þá gátu þær til dæmis losað sig út úr erfiðum hjónaböndum og sem það gátu ekki eða þær voru ekki fjárhagslega sjálfstæðar. Og þessi breyting sem varð í kjölfar á bara byltingu bæði út í heimi og hér, gerði það verkum að konur fóru að vinna utan heimilis, fóru að svo verður til lífeyrissjóður allra landsmanna, konur kjör kvenna batna verulega. Og nú sjáum við það í því að eldra fólk, talandi eldra fólk, ríkasta fólkið í landinu. Það efnaðasta fólkið núna og það meðal annars og örugglega mjög mikilvægt að konur fóru út að vinna, greiddu í lífeyrissjóð og eru núna bara nokkuð stöndugar með allt aðra fjárhagsstöðu heldur en þær höfðu fyrir ekkert rosalega mörgum árum. Og þegar farið var að skoða fjárhagsstöðu gamalla kvenna eða eldri kvenna fyrir ekkert mjög löngu síðan, að þá voru það einmitt konur af erlendum uppruna, fátækt sko, hvaða konur á Íslandi, gamlar konur eru fátækar, þar sem höfðu ekki greitt í lífeyrissjóð vegna þess að þær höfðu verið heima að sinna börnunum eins og maður á að gera ef maður á heima í Kópavogi. Og svo voru það konur sem voru á leigumarkaðnum. Og þetta var Kolbeinn okkar Stefánsson sem rannsakaði þetta og fleiri með. En sem sagt fjárhagslegt sjálfstæði kvenna, það ekki, besta leiðin ekki að þær séu heima vinnandi húsmæður að eiga 1 barn á ári. Ég að hugsa að láta þetta verða loka orð kvöldsins, hvað segir þið? Þetta ekki bara frábær loka orð? Ég bara stu það, já. Við bara þökkum kærlega fyrir komuna, ykkur sem í streymi, takk fyrir að horfa, takka ykkur kæru öflugu konur fyrir að vera með okkur hér í kvöld. Þið unga fólk, nú fara þið og hjálpa okkur að breiða út boðskapinn, nýtið samfélagsmiðlana óspart, samstaða, samvinna og upplýsingar í allar áttir. Nú þurfum við bara að taka höndum saman. Takk fyrir.